íslenska liðið mætt til Ítalíu, til Reggio Emilia. Já. Mætti strax á æfingu innan við 24 tíma síðan að þið kláruðu síðasta leik. Hvernig var ferðalagið? Bara geggjað. Fengum að fljúga með Ítölunum og bara virkilega þægilegt flug. Allir verið að ná bara að hvíla sig vel og ferðalagið var bara geggjað og bara gott að komast inn í gymmið og kannski ná smá svita og smá hreyfingu og recovery. Ekkert erfitt að fara í flugvél með Ítölum eftir gjörgóti? Nei, alls ekki eitthvað styrkt. Það er bara næsti dagur og áfram og engin bakter eða neitt, sko. Nei. En næsti dagur einmitt, það er stutt á milli leikja í þessari keppni og stutt á milli leikja bara við þetta sama ítalska lið. Já. Hvað sáuð þið svona í fljótu bragði til að laga fyrir mánudaginn? Ég held að sé bara að horfa aðeins á byrjunina á þessum þriðja leikluta, sérstaklega. Ég meina bara svona ákveðin í vörninni og hvernig við náum að snúa vörn í sókn og allar þær glysjur sem á að eiga að vera í okkar svona leik. Að það er að ná í þessa 50-50 bolta og allt og svo svona smá einhverjar breytingar sóknarlega sem voru að virka vel fyrir okkur og reyna svolítið að hamra á því og já, svona það helsta. Starf fyrirlegans eftir kappa eins og í gær að snúa mönnum við á 2 sólarhringum, er það þungt? Nei, það er nefnilega bara fullkomið. Alltaf þegar það er stutt á milli leikja og það er illa gengur þá er alltaf bara tækifæri til að gera betur og þannig að það er ekkert vandamál og menn er alls ekki eitthvað litlir í sér eftir tap í gær þó svo að menn hafi viljað gera betur þá sjá menn bara tækifæri til þess að gera betur núna á mánudaginn og fá tækifæri. Margir góðir kaflar í leiknum í gær þó hafi ekki kannski komið hver á eftir öðrum. Nákvæmlega, bara helling á opnum skotum og kannski skot sem vorum ekki að taka, fannst mér. Vorum að koma okkur í stöðu þar sem við gátum skotið en vorum ekki að skjóta. Þannig að það er bara frábært tækifæri að fá að spila annan leik á mánudaginn. Kærar þakkir að þér.